Þorvaldur Gylfason, gjörðu svo vel. Já, formaður, góðir ráðsfulltrúar. Mér langar bara til þess að þakka af heilum hug fyrir þær góðu viðtökur sem að þessi tilraun okkar hefur fengið hér í ráðinu. Eins og formaður okkar lýsti og aðrir hafa gert að vaki fyrir okkur ekki aðeins endurskoðun málsins, heldur einnig inntaksins, sjálfur bara grunnhugsunarinnar í stjórnarskráni. Eins og ég met okkar samtöl fram að þessu, að þá sýnist mér allt stefna í það að fyrstu 2 orðin í fyrstu grein nýrrar stjórnarskrár eftir okkar tillögu verði við Íslendingar. Eins og í bandarísku stjórnarskráni, eins og í suður-afrísku stjórnarskráni og eins og í nokkrum öðrum stjórnarskrám. Og þá þykir mér liggja beint við, og það var andinn í okkar samtölum í nefnda, að stíga skrefi lengra og gera þetta víðar en þó ekki endilega allstaðar. Mér langar að gefa ykkur bara 2-3 dæmi til viðbótar dæminu sem var dreift til ekkert áður en við byrjuðum. Dæmi sem að þið hafið séð og við höfum heyrt öll erum við jöfn fyrir lögum sem svo miklu fallegra en núgildandi texti allir eru jafnir fyrir lögum. Og mér finnst að aðrar greinar geti einnig notið samskonar endurskoðunar. Hlustið, öll skulum við njóta mannhelgi og verndar gegn hvers kyns ofbeldi. Í staðinn fyrir allir skulu njóta verndar. Þetta allt annað líf. Eða öll skulum við njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Öll erum við frjáls skoðana okkar og sannfæringar. Öll eigum við rétt á að tjá hugsanir okkar. En svo eru þetta aðrar greinar sem við þurfum ekki að gera neitt við, eins og greinin sem segir tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista. Auðvitað þarfnast þessi einfalda setning engra viðgerðar. Svona getum við farið í gegnum allan mannréttindakaflan. Ég giska á að 3. greinanna þar gæti notið góðs af þessari nýju hugsun og ég giska einnig á það að ýmsar greinar í öðrum köflum stjórnarskrárinnar geti með smekkvísri útfærslu einnig notið góðs af þessari tillögu. Takk fyrir.